Ástæða þess að IBF þarf alltaf að huga að sjálfbærni. Það til að sjálfboðaliðin sjái árangur af sinni vinnu. Við erum náttúrulega með heilt samfélag af sjálfboðaliðum. Það þegar kemur að IBF og stendur samfélagið þétt saman. Þetta samfélag sjálfboðaliða lífæð félagsins. Láta krökkunum líða vel hjá félaginu. Það topp aðstaða, frábærir þjálfarar, mikið af góðu fólki í kringum þetta. Svo það fyrst og fremst að halda í félagsmennina. Að láta öllu líða vel og hafa hlutverk hjá klúbbnum. Við erum náttúrulega örugglega bara í heimsklassa með viðburði, þjóðhátíð, pæjumót, orkumótið, svakalega bæði markaðssetning fyrir eyjuna og þú veist það njóta allir góðs að því. Þannig að þetta ekki bara íþróttafélag, í heildina þetta samfélags hetjudáð. Það svona í grunninn, þessi sjálfbærni sem á heimsmælikvarða. Ég held að hvert og eitt félag þurfi á hverjum degi að hugsa hvernig get ég hugsað betur sjálfan mig. Án sjálfboðvinna, án félagsmanna þá var ekkert að þessu mögulegt. Það væri ekki jafn cool og þetta Það þarf alltaf að fara í rótina. Erum við að huga að því sem dýrmætast Og ég verð nú bara að minnast á það kom hérna aðeins daginn og svolítið draslarlegt hérna þannig að það var ruslatínudagur hérna í kringum klúbbinn og mætti fjöldinn allur af fólki og maður fann bara félagsandan aftur. Gamla góða bara, gerum bara eitthvað skemmtilegt saman og endaði á góðu grilli og maður fann félagsandan. Það var nánast tár. Að maður fekk svona lítið hjarta því að endan hafa snýst þetta alltaf þetta. Búa til stemmingu og hafa gaman að því að gera hlutina fyrir klúbbinn.